sá það að miðflokkurinn í Kópavogi, oddvitinn þar var fyrir utan skólabyggingu og að svona eitthvað að gera út á það að það væri verið að flagga hinsegin fánanum. Ég verð að segja fyrir mitt leyti þá tel ég ekki að Kópavogsbúar séu andvaka yfir þessu. Ég skil ekki alveg hvert miðflokkurinn að fara með þetta. Mér finnst þá verið að boða ákveðna miðstýringu. Miðflokkurinn að boða það að það eigi að stýra því hvers konar fána eigi að vera að flagga við skólabyggingar. Ég virði sjálfstæði skólana, mér finnst það mikilvægt að þau séu faglega sjálfstæð og ég treysti skólastjórnendum best til bara að taka þessar ákvarðanir. Ásdís Kristjánsdóttir, kærlega velkomin. Takk fyrir. Bæjarstjóri Kópavogs, hvernig leggst þið? Bara mjög vel. Það var að taka þetta? Að sjálfsögðu. Við stefnum auðvitað því. Baráttan hafin, það eru langir dagar þessa dagana. Við erum að hitta íþróttafélög, fyrirtæki, íbúa. Svo ég náttúrulega mæti í þætti eins og til þín og við vorum hérna í oddvitakappræðum í gær, þannig að það nóg að gera. Hvernig finnst þið keppinautarnir? Eiga eitthvað roði í þau? Þetta ekki bara einhverjir krakkar sem eru nýskriðnir úr einhverjum táningsárum og hafa enga lífsreynslu, hafa litla reynslu af því að vera á vinnumarkaði. Þeir eru ekkert að fara að skáka þér. Sko það sem mér finnst skipta máli, nú ætla ég ekki að fara eitthvað að segja hvað mér finnst mína keppinautir, en auðvitað snúast þessar kosningar bara fyrir hvað stendur. Og við erum með bara okkar áherslur og við getum heldur betur vel við unnað, það hefur gengið vel á þessu kjörtímabili og ég bara að ræða það. Ég að ræða bara hvað það sem skiptir íbúa máli og hvað ég tel að skipti íbúa máli. Og þessar kosningar snúast náttúrulega fyrst og fremst bara lífsgæði Kópavogsbúa í sínu nærumhverfi og það erum við að ræða og hvernig við ætlum svona að gera okkar frábæra bæ enn betri. En það verður hins vegar að segja þess að jú, það eru þarna nýjir oddvitar að koma inn, það mikil endurnýjun. Mér finnst það frábært. Ég stóð í þessum sporum fyrir 4 árum síðan. Ég var að koma, hafði ekki auðvitað tekið þátt í einhverju pólitík og ákvað að stíga þetta skref sem ég sé svo sannarlega ekki eftir. Og mér finnst bara frábært að fá fersk blóð inn. Þau eru heldur yngri, þannig að það mun aðeins lækka meðalaldurinn í bæjarstjórn Kópavogs, en ég bara spennt fyrir komandi vikum. Og hvað ætlar að setja á oddinn? Hvað talar að gera gott betra? Já, ég verð nú bara að segja eins og að það svo gaman eftir svona 4 ár. Þá maður auðvitað að fara yfir þessi 4 ár sem að við höfum verið við völd og hvað við höfum gert. Og fyrir 4 árum síðan, í síðustu kosningabaráttu, stigum við sjálfstæðismenn fram með 100 loforalista. Og við höfum núna bara í þessi 4 ár verið svolítið að vinna í þessum verkefnum og þetta eru bara loforð sem að við höfum verið með opinbera allt kjörtímabilið. Og þetta eru bara svona verkefni sem eru til þess fallin að einfalda og auðvelda líf Kópavogsbúa. Og það sem að þessi barátta núna snýst auðvitað bara, við höfum nánast klárað þessi 100 loforð, þannig að við látum heldur betur verkin tala. Og það sem að þessi kosningabarátta snýst að mínu mati bara hverjum treystir þú til að stýra og reka bæjarfélagið, okkar frábæra bæjarfélag til næstu ára. Viljum við halda áfram að byggja á þessum góða grunni eða viljum við fara í einhver alltaf átt? Og það sem að áherslur okkar snúa að eru auðvitað að þessum lykilmálaflokkum. Það eru auðvitað skólamálin, grunnskólarnir sem og líka leikskólarnir. Svo þetta skipulagsmálin. Það ótrúlega gaman að sjá hvernig Kópavogsbær að breytast úr svona litlu bæjarfélagi í að vera bara eins konar lítil borg. Við erum að sjá miðbæjarkjarna spretta og við viljum svo sannarlega stuðla því. Við viljum svona þessi verslunar og þjónusta í rótgrónum hverfum sem og líka efla þjónusta í efri byggðum Kópavogs. Þessar kosningar snúa líka samgöngumál og við erum með áherslur hvað það varðar. Sem og líka auðvitað þjónustu gagnvart eldri bæjarbúum. Það gott að eldast í Kópavogi og það á að vera gott að eldast í Kópavogi. Og svo þetta auðvitað líka, við erum íþróttabær. Við viljum styðja áfram við það öfluga starf sem það og þá snýr þetta ekki bara af íþróttamannvirkjum, heldur líka styðja við barnafjölskyldur með til dæmis frístundastyrknum sem við höfum verið að hækka á þessu kjörtímabili og ætlum að halda því áfram. Þannig að ég myndi segja svona okkar áherslu snúa bara að þessari þjónustu sem við erum að veita í okkar nær samfélagi og skiptir íbúa máli dag frá degi. Og það sem að
ég hef líka lagt ríka áherslu á og mikilvægt að halda til haga að það stýra bæjarfélagi, þá snýst það svolítið ekki vera fyrir íbúum, þú veist, þau eru bara að lifa sinn dag og við erum að reyna að auðvelda þeim lífið. Stuðla því að bara þessi nærð þjónusta gangi upp, að leikskóla séu opnaðir, leikskólinn séu mannaðir, við séum ekki að senda börn heimsökum mannekluða veikinda, að við séum að öfluga grunnskóla, að við séum að stuðla bættri þjónustu gagnvart eldri borgurum, efla líkamlega og andlega heilsu þeirra og svo bara við séum með öflugt íþróttastarf vítt og breyttum bæjum. Þetta bara snýst það og svo líka verið nú að segja þessi litlu þættir, eins og bara hirða ruslið, ruslið mitt hirt, í lagi með snjómoksturinn í okkar bæjarfélagi, bæði snýra götum og göngustígum og svo framvegis. Þannig að það eru þessi þættir sem að kosningarnar snúast og það eru svona kjósendur verða bara vega og meta, líður mig vel í mínu samfélagi, finnst mér ganga vel, viljum við halda áfram á þessari braut og hverjum treysturu til að stýra okkar frábæra bæjarfélagi. En núna hefur Jónas Már meðal annars gagnrýnt það að þið eruð að auka álögur á foreldra 450.000 krónur sem að þýðir það náttúrulega að núna erum við með, og ég á þeirri skoðun að við erum að gera betur við barnafólk og þú munt segja já, við erum að taka inn 12 mánaða, já, það gengur nú betur út af því að við erum að fara í veikindadaga, en ég meina 450.000 krónur slatti fyrir barnafjölskyldur og þú velti fyrir mér af hverju viljið þið bara fá fólk sem að fekk foreldra sinna til að borga undir sig húsna en ekki fólk sem að raunverulega að etja kappi við það að reyna að koma undir sig fótunum í Kópavogsbæ með barn til þess einmitt að reyna að skapa betra bæjarfélag með fjölbreytni. Já, og þetta snýrað Kópavogsmódelinu og þegar við fórum í þessar breytingar á Kópavogsmódelinu þá var það nú ekki að ástæðu lausu og þetta gerist ekki í einhverju tómarúmi. Heldur fóru við í víðtækt samráð við foreldra, samráð við starfsfólk á leikskólum, samráð við pólitíkina og þar með tali var samfylkingin hlynnt því að fara þessa leið sem og líka samráð við stéttarfélögin. Úr var Kópavogsmódelið sem byggir í raun á því að stuðla að hvata þannig að við séum að hvata foreldra til að draga úr vistunartíma barna sem og hefur verið of langur og sá lengsti sem við sjáum meðal annarra ríkja. Það sem svolítið áhugavert í þessu samhengi, meðal dvalatími í leikskólanum í gamla módelinu var svona rúmlega 8 klukkustundir. Það munaði bara á milli að vera með barnið þitt í 7 klukkustundir eða í 8 klukkustundir, það munaði svona 3.000 krónum á mánuði. Hins vegar, og flestir voru bara að velja sér 8 klukkustundir eða lengur, hins vegar sáu við það að raunnýtingin var bara í kringum 7 klukkustundir. Þannig að það mikilvægt að halda því til haga að þráttur að raunnýtingi voru 7 klukkustundir þá þurftum við samt sem ára auðvitað að manna allan daginn og þetta var að valda gríðarlega miklu álagi og í raun má segja að við sáum það bara óbreytt módel gengur ekki upp. Við getum ekki boðið barnafjölskyldum upp á það að vera bara með, ein deild var lokuð í 6 ár vegna þess að við gátum ekki mannað hana. Starfsfólkið það voru veikindi, álag, við vorum að senda börn heim sökum mannekluða veikinda 212 lokunadagar áður en við fórum í Kópavogsmódelið. Hugsaðir, 202 lokunadagar. Við vorum á þeim tíma að veita 17 til 18 mánaða gömlum börnum leikskólavist. Þannig að við fórum í þessa breytingar til þess eins að geta veitt góða og faglega þjónustu gagnvart barnafjölskyldum. Niðurstaðan svo eftir að við höfum keyrt á þessu Kópavogsmódelið 3 ár, við höfum aldrei þurft að loka, lokunadagar okkur 0, þeir voru 212 dagar hér áður. Við erum með allar deildir opnar, við erum með fullmannaða leikskóla og vorum að senda bara frétt í vikunni þess efnis að í fyrsta skipti í Kópavogi erum við að bjóða 12 mánaða gömlum börnum leikskólapláss. Það verður líka að setja verðmið á þetta. Það skiptir líka barnafjölskyldum máli að fá og geta treyst á þessa áreiðanlegu stöðugu þjónustu sem við erum að veita. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. En ég ekki að segja að Kópavogsmódelið sé fullkomið. Og ef það eru hnökrar í því þá ég reiðubúin að breyta.
og við höfum gert það. Við höfum verið að auka sveigjanleikann í kerfinu, til dæmis til að mæta vaktafinu fólki. Við erum búin að hækka systkinafsláttinn. Við höfum meiri segja breytt afsláttakerfin okkar út að við erum með tekjutengda afslætti. Þannig að við erum að grípa mjög vel tekjulág heimili, bæði einstæða foreldra sem á heimili. Og það var auðvitað lykillinn þegar við fórum í þessar breytingar að þetta myndi ekki hafa áhrif á tekjulág heimili. Og við höfum verið að gera breytingar þar eftir ábendingum frá foreldrum og hækka þennan tekjutengda afslátt. Og þú nefnir 450.000 krónunar, það á væntanlega við ef þú ert með 2 börn á leikskóla og það eru svona, og sem ekki þá að fá afslætti, og það á við svona 15% foreldra í Kópavogi. Flesti foreldrar með eitt barn, mjög margir foreldrar að fá afslætti út af tekjutengda afsláttunum okkar, en það breytir þó ekki því og ég skil vel að þetta erfitt. Það ekkit auðvelt að fara í þessar breytingar. En á móti kemur að gamla kerfið var ekki að fungera sem skildi. Við vorum að glíma við sömu áskorunir og við erum að sjá í Reykjavík. Og við bara sjáum það að með því að geta veitt þessa þjónustu, þá skiptir það líka máli fyrir barnafjölskyldur sem geta treyst á þetta. Það sem að Samfylkingin í Kópavogi að boða, að við förum í samfylkingamódelið í Reykjavík. Og það það sem verið að boða. Samfylkingamódelið í Reykjavík. Það ekki eftirspurn eftir því í Kópavogi. Við höfum reynt það gekk ekki. Við viljum veita þessa góðu þjónustu, en ég samt vil ítreka það að auðvitað ég boðin og búin að gera breytingar ef við sjáum að það þú veist, að það ákvæmt þess efnis, án þess þó að það grafi undan Kópavogsmódelinu. En horfir þá á þessi 15% bara sem fórnarkostnað og að eina sem að þetta fólk geti þá gert að kjósa Samfylkinguna eða vill að það sé komið til móts við þær þarfir? En það að koma til móts? Alls ekki. Ég ætla ekki gera lítið úr sem 15% og ég segi það. Þetta ekki fullkomið módel. En það mikilvægt eins og var að halda til haga á hverju Kópavogsmódeli byggir. Það samt þannig og ég ekki viss það að barnafjölskyldur vilja fara aftur í gamla módelið. Vilja fara í það módel sem verið að keyra á í Reykjavík. Vegna þess að þá eru barnafjölskyldur að fara að lenda í því að leikskólan okkar ekki vel mannaðir. Við munum þá líklega ekki geta veitt börnum eins og við 12 mánaða aldri leikskólavist og við munum lenda í manneklu, keyra leikskólana áfram á fáliðunarstefnu. Ég heyri ekki að sé ákall þess efnis í Kópavogi og það verður að setja verðmiða á þetta líka. Og varðandi með Kópavogsmódeli þá líka áhugavert að heyra að út að við erum að ræða leikskólagjöldin eins og þessi hæstu leikskólagjöld á landinu, já þau bara sambarilega eins og við erum að sjá í Garðabæ. Og Garðabæ gengur afskaplega vel að þjóna þeirra barnafjölskyldum. Það allir svo ríkir þar. Nei, veistu það að þetta skiptir ekki máli, þetta snýst ekki það. Þetta snýst það að við séum að veita góða og stöðuga þjónustu. Eftir sem áður Kópavogsbær enn að niðurgreiða leikskólagjöld eins og öllunni sveitafélög, við verðum líka að halda því til haga, 90% af raunkostnaði greiddur af Kópavogsbæ. Og við fórum ekki í þessar breytingar til að búa til einhverja tekjur, alls ekki. Heldur fyrst og fremst bara hvað getum við gert til að stuðla því að við getum bara staðið vörðum þetta mikilvæga kerfi, að það molni ekki áfram undan því, tryggjum þau gæði, tryggjum þá þjónustu sem barnafjölskyldur vilja treysta á. Og í þessu samhengi finnst mér líka mikilvægt að halda til haga að við erum auðvitað að mæla viðhorf foreldra, ánægja foreldra með Kópavogsmódelinu og það skiptir ofboðslega miklu máli. Fyrstu kannanir sem við fórum í og ég meina þetta eru svona 1000 til 1500 foreldrar að svara, þá vorum við svona soldið ennþá að svara gagnrýni, höfðum ekki sýnt neinn árangur og fólk var svona hvað að gera og hvert það að stefna og ég man að Kvenréttindafélag Íslands sakaði mig í beinni útsendingu í Kastljósi að Kópavogsmódelið væri eitt mesta bakslag í íslenskri jafnréttisögu. Ég man eftir þessu. En þetta var við gleymum því ekki að Kópavogsmódelið, leikskólarnir eru náttúrulega grunnstoð jafnréttis. En allavega þegar við fórum í þessa könnun, fyrstu könnun okkar, ég meina það kom mér skemmtilega óvart. Að það var svona rúmlega helmingur sem var ánægður með þetta og aðrir auðvitað ósáttir. En svo höfum við verið að mæla þetta markvisst og það frábært að sjá að ánægjan hefur verið að aukast. Og bara í nýjustu þjónustukönnun Gallup veistu hvaða þjónusta að mæla, að aukast, eða ánægjan að aukast einna mest? Ég get giskað. Gagnvart barnafjölskyldum. Nei, alvörunni. Já. Við erum að sjá það og það eru leik- og grunnskólar.
Það ótrúlega gaman að sjá þessa mælingar að ánægin alveg aukast vegna þess að foreldrar finna það að þau geta treyst á þessa þjónustu, þau kunna meta það að þjónustan eða þau eru að fá svona að sjá það að starfið faglegra og síðast en ekki síst auðvitað sem að ég held að við séum öll sammála skipti máli að börnunum líður betur í þessu umhverfi og það eru rannsóknir sem sýna það. Svo ég fekk einhverjar spurningar reynda bara frá fólki sem að vissi að það var að koma, ég glemdi að setja á samfélagsmiðla en ég fekk samt sem áður slatta einhverjar spurningar frá þeim sem að og þetta eru Þorgrímsson spurningarnar ég hugsaði sko og þetta hefur verið að gera með ársreikningin og nú var einn að velta því fyrir sér að nú þegar að þið eru að skila góðum árangri varðar fjármál Kópavogsbæjar að þá eru það svona einskiptisliðir eins og lóða úthlutanir sem eru að standa undir öllum hagnaði pluss jöfnunarsjóður og þá eru þið bara að reka þetta með raskatinu. Þannig að sko ég velti fyrir mér, þú hefur sjálfsagt í viðtali, ég man og það var held ég kortir í kosningarviðtalinu, þá sagðirðu að þið var að vera búið með land. Já. Hvernig þetta sjálfbær rekstur og ertu ekki bara að nýta þennan ásreikning til þess að þetta fá 4 ári viðbót en svo hafið ekkert mikið meira land til að selja sem leiða til þess að þetta verður rekið í tapi. Já, ég algjörlega ósammála þessari greiningu þinni eða, þetta vantar ekki greining því, þetta vantarlega sá sem að sendi þetta inn. Já. Ok, mjög gott. Mér langar aðeins að fara yfir þetta vegna þess að, sko, við erum að sjá það að, ég vil fyrst svara spurningunni varðandi með afkomu Kópavogsbæjar. Árið 2024 og 2025 einn besta afkoma sem við séð hjá Kópavogsbæ í 17 ár. Fyrir ekki, 18 ár. Afkoman jákvæð. Jú, það vissulega rétt að við erum í úthlutun og lóðum og við erum að fá lóðatekjur inn. En hins vegar ef við horfum á afkomuna, hún jákvæð upp á 4,6 milljarða. Lykiltala í rekstri sveitarfélaga veltufé frá rekstri. Það það sem reksturinn að skila eftir að búið að leiðrétta til dæmis fyrir lóðaúthlutunum, tekjum vegna þess og þetta það fjármagn sem við erum að nota til að fjárfesta í samfélaginu okkar og til að greiða niður skuldir. Þessi stærð 4,8 milljarðar og hefur verið svona í kringu 4 til 5 milljarðar núna á þessu kjörtímabili. Þannig að það ekki rétt að segja að reksturinn okkar sé ekki sjálfbær. Önnur vísbending þess efnis bara að horfa á skuldir. Hvernig hafa skuldirna verið að þróast? Heildarskuldir og skuldbindingar. 72%? Nei, það reyndar ekki rétt. Á þessu kjörtímabili hafa heildarskuldir og skuldbindinga lækkað að raunvirði 4 milljarða. Og skuldahlutfalli sem þú ert væntanlega að vísa til var í upphafi kjörtímabils 86% komin niður í 68%. Þannig að bara það að horfa á að heildarskuldir að lækka að raunvirði, skuldahlutfalli að lækka, veltufé frá rekstri í kringum 5 milljarða og hefur verið á undanförnum árum að mínum að til vísbending þess efnis að reksturinn sjálfbær. Þess þá heldur mikilvægt að halda til haga að af því að við erum í úthlutun á lóðum og það gleymist líki í þessar umræði, þá erum við alveg óbúslega miklum fjárfestingum. Af því að við erum auðvitað bara eins og núna erum við að úthluta í 9 hverfi í efri byggðum Kópavogs, að þá erum við að undirbúa auðvitað þá innviðir sem þar að vera til staðar þegar fólk flytur inn. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Og við erum búin að vera, Kársnesskóli hefur verið óbúslega umfangsmikill líka á kjörtímabilinu, við erum búin að vera að byggja leik- og grunnskóla og svo framvegis. Þannig að þetta fjárfestingur eitthvað 5 til 7 milljarða og bara í fyrra var fjárfestingin 7 milljarðar.
Og þetta auðvitað líka bara auðvitað birtingamynd þess að við erum að undirbúa ný hverfi, við erum að stækka, við erum að byggja og þá viljum við auðvitað tryggja innviðir séu til staðar. Ég hef líka heyrt þetta með jöfnunarsjóð og ég reyndar skil ekki jöfnunarsjóð og það eru fáir sem skilja jöfnunarsjóð og útlutinu þess, en það græðir enginn á jöfnunarsjóði. Við fáum sannarlega tekjur úr jöfnunarsjóði og það til dæmis vegna þeirra þjónustu sem við erum að veita gagnvart málefnum fatlara, en líka út af grunnskólanum okkar, við fáum tekjur úr jöfnunarsjóð út af grunnskólanum, að reka grunnskólana. Þannig að það eru útgjöld þarna á móti. Við erum auðvitað, og það bara vita væntanlega flestir að við sveitarfélögin höfum til dæmis verið í samtali við ríkið það að málaflokkur fatlaðs fólks vanfjármagnaður. Við erum að segja við ríkið, heyrðu þið verðið að tryggja það fjármagn sem ykkur ber lögum samkvæmt til sveitarfélagina fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Þessi málaflokkur vanfjármagnaður og það sem við erum þá að biðja að við fáum fleiri tekjur eða meiri tekjur úr jöfnunarsjóði. Þannig að það enginn að græða á því að fá tekjur úr jöfnunarsjóði. Það alltaf útgjöld þarna á móti og jafnvel meiri heldur en sem nemið því sem hún færður úr jöfnunarsjóði. Þannig að velferðarmálunum, þau eru í rauninni, hvað var að segja, svo krónutala sem þar uppi bara eðlileg krónutala en ríkið það bara að koma meira til móts við þær þarfir. Já, eða við tókum við málaflokknum á sínum tíma. Þá var... Hvað 2010 upp úr því? Held að verið kringum 2011. Já. Og þá var eitthvað samkomulag gert það hvernig við ættum að haga þessari skiptingu. En hins vegar frá þeim tíma hefur Alþingi bara verið að samþykkja lög sem bara eru til þess fallin að bæta þjónustu fatlaðs fólks og því fögnum við öll og við viljum auðvitað veita mjög góða þjónustu. En hins vegar það sem hefur ekki fylgt með fjármagnið. En lögum samkvæmt ber Alþingi og bara ríkinu að tryggja það að það fylgi fjármagn með. Ef að Alþingi að samþykkja bætta þjónustu sem kostar peninga þá auðvitað þarf fjármagn að fylgja með. Og þetta bara snýst það. Þetta óbúslega þreytt og leiðileg umræða og leiðilegt að stundum þetta dregið fram í opinberu umræðu. En þetta auðvitað bara hagsmunamál sveitarfélaga af því að við viljum veita góða þjónustu. Og við viljum auðvitað bara veita þá þjónustu sem okkur ber lögum samkvæmt. En þá verða auðvitað stjórnvöld að tryggja að fjármagn fylgi með. Og bara mér langar svolítið að nefna eins og í þessu samhengi, ég var svona talað að vera að fara yfir kjörtímabilið, þá var ég að fara yfir svona hver hefur forgangsröðun okkar verið til svona stærstu málaflokka okkar. Það hefur verið til velferðarmála hjá okkur. Velferðarmálin hafa aukist hjá okkur 36%. Og þetta næst stærsti málaflokkur okkar. Til samanburðar þá erum við að sjá það að menntamálin sem eru auðvitað bara langsamlega stærsti málaflokkur sveitarfélagsins hefur verið að aukast þarna einhver 13%. Þannig að forgangsröðun hefur svo sannarlega verið til velferðarmála sem endurspeglast líka bara í því að þjónustan hefur verið að þyngjast. Og þess vegna skiptir máli að stjórnvöld komi til móts við sveitarfélögin vegna þess að þeim beru auðvitað að gera það lögum samkvæmt og þetta bara samtal sem í gangi og mun vera áfram í gangi á næsta kjörtímabili. En þurfið þið ekki fyrst og fremst að ná einhverju yfirsýn yfir þetta? Ég meina Einar Jóhannes var síðast að tala það að það væri 175 milljónir sem var að fara í einhvern einstakling sem að kannaði svo ekki við að fá þjónustu eða pening í samanburði við þann pening sem að svo fjárhæð var sem var eins og segja 175 milljónir eða eitthvað. Algjörlega galið, svo þegar var verið að reyna að leitast eftir því að fá upplýsingar þetta, þá voru það ekki til. Þannig að áður en að þið farið að kvarta yfir því að fá ekki nægan pening fyrir þetta, þarf ekki að fara að fá einhverja yfirsýn yfir það í hvað þessi peningar eru að fara. Ég heyrði mitt þetta viðtal og ég man rétt var það ekki meira þannig að hann trúði því ekki að þetta gæti verið svona háfjárað að veita þjónustu gagnvart einum einstaklingi. Já. En það sem að, ég hugsaði bara, þetta getur verið rétt. Það nefnilega málið. Við erum alveg að sjá það að svona þyngstu einstaklinganir sem þurfa mjög þunga þjónustu, þeir geta alveg kosta svona 150 milljónir, 170 milljónir. Það eru dæmi þess efnis. En auðvitað þetta eru bara útgjaldahliðin og aftur þá kemur jöfnunarsjóður á móti. Við fáum auðvitað tekjur úr jöfnunarsjóður á móti eftir því hvernig sismatið metið. Þannig að ég heyrði það að hann var haft samband við tölvudeildin, ég bara ekki alveg viss að tölvudeildin hafi bara sjálf trúað því að þetta gæti verið sannleikur fólkin í þessu. En þetta geti verið rétt þá?
Já, ég alveg með dæmi þess efnis, ég veit það fyrir víst að við erum með nokkra einstaklingar sem þurfa mjög mikla þjónustu og þá það þessi kostnaður sem fylgir. En hins vegar, varðandi yfirsýn, ég alveg sammálaður. Við þurfum líka að vera og tryggja það að við séum með góða yfirsýn. Og ég hef verið að leggja áherslu á það. Bara núna, ég hagfræðingur og svona greininganörd. Þannig að svona, ég hef verið að betrumbæta þetta. Þannig að við séum alltaf að efla okkar greiningavinnu. Og við til dæmis fórum í skipulagsbreytingar hjá Kópavogsbæ og við erum komið með áhættu og fjárstýringarsvið sem bara líka greiningadeildir þar inni. Þannig að við erum að greina þetta statt á stöðu. Getum við gert betur? Pottþétt. Var ekki þá bara hægt að kjósa Miðflokkinn? Að reyna að gera betur. Ef þeir ætla að laga þetta? Já, ég veit nú ekki alveg hvernig hann ætlar að laga þetta, en nei, ég að meina það, þú veist, að við eigum að greina, skoða tölunar og hvort við getum gert betur til að fara betur með fé skattgreiðanda. Og við erum statt á stöðu að huga því hvað við getum gert til að bæði stuðla skilvirkar þjónustu en líka þetta bara fara betur með fé Kópavogsbúa. En út að ég að tala um Miðflokkinn, þá þeirra slagur núna, það þarf ekki að vera flókið burt með bókið, sem ég veist reynda mjög gott slagur, sko. Já. Þeir tala um regnbogafána. Þeir eru ósáttir við það að það sé fyrir ofan, fyrir utan skólabyggingar, því sé flaggaði staðar íslenska fánans. Hvar lendir þú þarna? Sko það sem mér finnst skipta öllu máli í þessu samhengi að börnunum líði vel í skólanum sínum. Og ég sá það að Miðflokkurinn í Kópavogi, oddvitinn þar var fyrir utan skólabyggingu og að svona eitthvað að gera út á það að það væri verið að flagga hinsegin fánanum. Ég verð að segja fyrir mitt leyti þá tel ég ekki að Kópavogsbúar séu andvaka yfir þessu. Ég skil ekki alveg hvert Miðflokkurinn að fara með þetta. Mér finnst þá verið að boða ákveðna miðstýringu. Miðflokkurinn að boða það að það eigi að stýra því hvers konar fána eigi að vera að flagga við skólabyggingar. Ég virði sjálfstæði skólana, mér finnst það mikilvægt að þau séu faglega sjálfstæð og ég treysti skólastjórnendum best til bara að taka þessar ákvarðanir. Það eru skólastjórnendur sem þekkja sín börn og þær áskorun sem þar eru og ég held í öllu þessu skiptir öllu máli að börnunum líði vel. Þannig að þú ert ekkert að fara að gera veður út af þessu eins og Miðflokkurinn? Mér finnst þetta bara ekki vera stóra málið í Kópavogi. Mér fullri virðingu fyrir að þetta sé stóra máli á Miðflokknum í Kópavogi. Þá eru bara önnur mál sem skipta Kópavogsbúa meira máli. En stóra málið að mínum að þetta auðvitað að sem bæjarstjóri vil ég bara að börnunum líði vel. Við erum barnvænt sveitafélag og við eigum bara, fólk mismunandi. Og það ekki hlutverk mitt að vera í einhvers konar miðstýring og segja skólunum hvað þeir eru að gera. Sérstaklega snýra því hvers konar fána þeir vilja flagga. Hver væri svona bestið þess fallin að vinna með Sjálfstæðisflokknum í dag? Hvað svona að þú horfir á landslægið eins og þetta að spilast, baráttun og fleira? Í Kópavogi? Já. Sko, við höfum verið í meirihluta með Framsóknarflokknum á þessu kjörtímabili og það hefur bara gengið óðbúslega vel. Við höfum verið mjög samstiga, við höfum látið merkin tala og það hefur bara verið, við höfum verið bara ein liðsheild. Og af hverju það? Já, það bara af því að við vorum með svipaðar áherslur og ég sá það svona fljótlega í síðustu kosningabaráttu bara já, ok, ég sé það að það ekki mikið sem munar á milli okkar og Framsóknarflokksins. Við vorum reynda með 100 loforðin og þetta voru ansi mörg verkefni sem við ætluðum að klára en Framsóknarflokkurinn var reiðubúinn að fara með okkur í þá vegferð og sannanlega auðvitað horfðum við til þess hvaða áherslur þau voru með. Þannig að meirihluta sáttmálinn okkar hefur verið mjög skýr og við höfum bara verið að vinna eftir honum allt kjörtímabili. Það sem skiptir öllu máli í þessu bara hvaða áherslur eru flokkunar að koma inn. Eru þetta áþekkar áherslur og við erum með? Getum við unni með þær áherslur sem aðri flokka koma inn? Þetta snýst bara um það. Þetta snýst ekki með hverjum ætlar að vinna og með hverjum ekki. Þetta snýst fyrst og fremst hverju þú að lofa, hvað ætlar þú að gera. Ég ætla ekki að svíkja mína kjósendur. Ég stend við það sem við lofum og við sjálfstæðismenni erum mjög skýr með það og sýndum það á þessu kjörtímabili. Við komum fram með 100 loforð, við stóðum við það og svo ætlum við að koma með okkar næstu áherslur og þið getið treyst okkur kæru kjósendur.
En þá skiptir auðvitað máli að við finnum samstarfsflöt með flokkum sem eru með áþekkar áherslur og við. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fáir þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Gætirðu starfa með miðflokknum? Ég verð að segja eins og að ég hef ekki séð áherslur þeirra og ég ennþá að reyna að átta mig á því fyrir hvað miðflokkurinn í Kópavogi stendur. Þeir eru á móti borgarlínunni? Þeir eru á móti borgarlínunni en komu með enga lausnir á móti. Þannig að það eitthvað svona sem við þurfum bara að sjá, það hafi ekkert allir sýnt á spilin. Og það margt þarna samt sem ég sé að við erum sammála og ég heyri ekki betur, mér stu reyndar slá í og úr, að þau styðji Kópavogsmódelið og skilji tilgang þess og vilja halda áfram á þeirri braut. En það sem að skiptir máli finnst mér, ég heyri það að miðflokkurinn svona ræður borgarlínuna, stoppum hana, samt enga lausnir á móti. Mér finnst þeir vera að boða miðstýringu sem snýr til dæmis af skólunum. Ég átta mig stundum ekki á því hvort þetta sé hægri eða vinstri flokkur. Og það þetta sem að auðvitað við bara eftir að komast að og ég meina við tökum það bara í þessum samtölum sem eru framundan. En varðandi borgarlínuna að mér langar aðeins að koma inn á það því ég heyri það að það vera svona svolítið vera að speikla okkur eða speikla Kópavogsbæ eins og við séum bara nákvæmlega eins og Reykjavík. Jaha, bara svo að segja að þið séu samfylkingin í Kópavogi? Þetta svo mikið bull og þess vegna verja að fá að svara þessu. Það sem að samgöngusáttmálinn gengur út og borgarlínan inni í því að efla samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að fara í fjárfestingar á stofnvegum, við erum að fara í fjárfestingar á göng- og hjólastígum og við erum að fara að efla almenningssamgöngur. Ríkið hafði frá 2012 ekki sett neitt fjármagn í samgöngu innviði á höfuðborgarsvæðinu frá 2012. Þannig að það var nú heldur betur tími til komin að við myndum nú loksins fá eitthvað fjármagn hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og með samgöngusáttmálanum erum við að eyrnamerkja fjármagn til uppbyggingar samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Hvað landsbyggðin að gera? Hún að biðja samgöngusáttmála sko. Þú veist að vilja að þetta bara, við erum öll að keppast sko sama fjármagnið. Og það sem að miðflokkurinn að segja að við séum að þrengja fjölskyldubílnum, að við séum að fækka bílastæðum, af því að við erum þáttakendur í samgöngusáttmálanum. Það ekki rétt. Ástæðan fyrir því að ég styð samgöngusáttmála sem slíkan vegna þess að ég sé að það eru hagsmunir okkar, Kópavogsbúa, að taka þátt í samgöngusáttmálanum. Við erum að fá mjög mikilvæga stoppvegi þarna inn, Arnarnesvegurinn 1, sem og líka Fossvogsbrúin sem mun tengja svona Kársnesi með skemmtilegum hætti. Nú svo líka vil ég auðvitað bara sem bæjarstjóri stuðla því að það séu valkostir í samgöngumálum. Mér alveg sama hvort að Kópavogsbúi vilji fara gangandi, hjólandi, akandi eða með strætó. Ég vil bara þetta fungeri sem skildi. En á ekki, Kársnesbrautin að verða innstefna og eitthvað svona sérkennilegt? Nei. Það nefnilega ekki rétt heldur. Það búið að segja það. Ég nefnilega koma að þessum punkti af því að sko, það sem að mér finnst hafa skemmt fyrir með samgöngusáttmálan framkoma meirihlutans í borginni, í Reykjavíkurborg. Snýra því hvernig þau ætla að koma borgarlínunni fyrir. Og bara Suðurlandsbrautin gott dæmi sem við erum náttúrulega bara að lesa hér í Morgunblaðinu dag frá degi, að það verið að fækka akreinum og það verið að fækka bílastæðum. Og þetta rosalega brútal gagnvart borgarbúum og gagnvart fyrirtækjum sem þar eru í rekstri. En ég get ekki sagt Reykjavíkurborg hvernig þau eiga að skipuleggja Suðurlandsbrautinni, vegna þess að skipulagsvaldið alltaf hjá Reykjavíkurborg. Og það beautyið við þetta að skipulagsvaldið hjá Kópavogsbæ. Og þess vegna, þegar við erum núna, það sannanlega áskorun hvernig við ætlum að koma strætó fyrir, þarna á Borgarholtsbrautin ertu væntanlega að meina, að því að strætó að fara yfir Fossvogsbrúna og koma svo upp í Hamraborgina. Við erum bara með okkar einn ráðgjafa, sem eru bara að vega og meta hvernig við getum komið strætó fyrir, án þess að fækka bílastæðum og án þess að þrengja að fjölskyldubílum. Vegna þess að það bara skýr stefna hjá okkur, sjálfstæðismönnum í Kópavogi,
að við ætlum ekki að þrengja einhverjum valkosti eins og fjölskyldubílnum til þess að koma borgarlínunni fyrir. Þannig að það er mikilvægt að halda þessu til haga og það er ólíkt hvernig sveitarfélögin að hugsa þetta og sérstaklega Reykjavíkurborg hefur kannski gengið einna lengst sem snýr að því svona að þrengja fjölskyldubílnum og það er það sem kannski að einhverju leyti að skemma fyrir og ég skil það vel að Kópavogsbúar halda þá að við séum að fara sömu leið. Já, en það er ekki rétt. Út af því að sko ég gerir mér ekki grein fyrir þessu, kannski út af því að ég er ekki alveg nægilega klári í þessu en ég gerir mig svona ég tel að margir séu að velta þessu fyrir sér. Þú veist, hvar er aðgreinandi þátturinn? Við erum með þessa borgarlínu og við erum með þennan samgöngusáttmála. Bara fyrstu spurning, hver er munur? Er einhver munur á þessu? Borgarlínu og samgöngusáttmála? Nei, sko Samgöngusáttmálinn er borgarlínan. Ekki bara, það er líka uppbygging stoppvega og göng- og hjólastíga og borgarlínan er ekkert annað en að efla strætó. Við erum bara að efla strætó, auka tíðni strætó, stuðla bættri þjónustu, þannig að þetta sé raunhæfari valkosti fyrir alla. En það er samt eitt í þessu sem ég vil samt nefna að það eru auðvitað kostnaðurinn og ég skil vel að fólk svona, þetta er allt og dýrt, verðum að fara einhver aðra leiðir. En þá verður fólk að koma fram með raunhæfar lausnir og ég hef ekki séð raunhæfar lausnir sem stuðla að því að við séum að bæta þjónustuna og koma í veg fyrir það að strætó sér fastur í umferð á svona megin stoppvegum. En það breytir þó ekki því að við höfum alltaf að endurskoða og endurhugsa í hverjum áfanga fyrir sig. Við erum ekki eins og byrjuð, eða við erum bara rétt að byrja núna fyrsta áfangan. En ég líka velta fyrir mér út af ég man þegar Bjarni kom hérna og hann var að skrifa upp á þessa borgarlínu og þið voru þannig komin saman og þetta einhvern veginn kynnt með pomprakt. Ég er að velta fyrir mér út af þú segir á annað borð að Kópavogsbær er bara svolítið að fara að ráða þessum sínum skipulagsmálum, fara að ráða því hvernig þeir gera þetta. Þú getur ekki verið að einhvern veginn að segja Reykjavíkurborg hvernig þeir eru að gera með borgarlínuna á Suðurlandsbraut og fleira, sem er náttúrulega helber sturlun ef maður spáir í því. En sko hvar er aðgreinin út af því að þú ert undir þessu samgöngusáttmála en þá hlýtur það að liggja í augum uppi að þá hefur Reykjavíkurborg og öll önnur sveitarfélög áhrif á það hvernig skipulagsmál í Kópavogi en þú talar samt það eins og sé engin afskipti. Nei, skipulagsvaldi er alltaf á sveitarfélögunum og það er engin sem tekur það af. Hvernig eru þá þessar skuldbindingar ykkar gagnvart þessum samgöngusáttmála? Við erum auðvitað bara greið inn í samgöngusáttmálan. Sveitarfélögin eru hvað 12% af samgöngusáttmálanum. Þannig að Kópavogsbær er bara hverja ára greið inn í samgöngusáttmálan til að fara í þessa uppbyggingu. Það er okkar skuldbinding. Skipulagsvaldi er alltaf á sveitarfélögunum og það er engin sem tekur það af okkur og það er bara, má aldrei gerast að einhver reyni að taka það af sveitarfélögunum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En það er sér að borga inn í þið ljóta með einhvern skuldbindinga gagnvart samgöngunum sjálfum, þetta er samgöngusáttmáli. Hver eru skuldbindingarnar þá sem að hafa áhrif á það hvernig þið þurfum að haga eitthvað málum? Skuldbinding okkar er bara að greiða inn í þessa fjárfestingar. Það er annars vegar fjárfestingarhluti og hins vegar rekstrarhlutin. Fjárfestingarhlutin er þannig að við bara borgum okkar hlutdeild og þá erum við að fá Fossvogsbrúna, við erum að fá Arnarnesveginn og við erum að fá þessa göng- og hjólastíga og svo erum við núna sjálf, skipulagsvaldið í Kópavogi, að huga því hvernig og hvar borgarlínan eða strætó mun keyra. Af því að Hamraborgin verður risastór stöð. Það er annað í þessu sem að gleymist líka í umræðinni af því við erum alltaf bara að tala fjárfestingarhlutan en það var í raun Kópavogsbær og ég sem bæjarstjóri Kópavogs að fyrsta sem ég gerði á síðasta kjörtímabili var að kalla eftir endurskoðun á samgöngusáttmálanum. Bæði sá ég að fjárfestingarna voru vanfjármagnaðar, þessar áætlanir sem lágu þar til grundvallar en líka sá ég að það var allt og mikil áhætta fyrir sveitarfélögin að reka ein svona hágæða almenningssamgöngur. Það þekkist ekki erlendis og þess vegna og það hefði bara þýtt verulega bara árleg útgjöld frá
sveitafélögunum til að standa undir þessari bættri þjónustu. Þannig að ég lagði ríka áherslu á það að eins og erlendis þá yrði ríkið að koma með okkur í að reka þessa þjónustu. Og það tókst með þessari endurskoðun að ríkið núna, við erum búin að stofna nýtt félag og ríkið núna þriðjungur á þriðjungs hlut í þessu nýja félagi. Já, hérna eitt sem að Samfylkingin og Miðflokkurinn og ég erum sammálum. Þú talar miðstýringu á hann, það gæti verið, þannig að verði ég smá kínverskur sko, spjaldtölvur í skólana. Já. Þurfum við ekki bara að viðurkenna það að við mistum pínu hausinn, það var hræðileg hugmynd, við þurfum að vinda á hana þessu, blað og blýantar, engir samfélagsmiðlar og engir kvíðinni krakkar. Já, sko. Þú ert sammála mér, það hlýtur ég ætla að segja, það eitt sem að mér finnst mjög áhugavert og það við talandum hérna okkar frábæra framboðslista í Kópavogi, en við erum með kennara og skólastjóra þar á listanum hjá okkur og ég auðvitað bara að speikla mig við mitt fólk, þetta eru sérfræðingarnir mínir og þannig kennari sem reyndar að kenna í Reykjavík og sem að einmitt bendi mér á, mér finnst þetta svo áhugavert eins og með spjaldtöluna, þeir eru með ritun að þá, og ég sé þetta með börnum þegar börnum mín eru að nota iPadana sína, að þegar þú ert í ritun þá kemur alltaf svona rauð línu undir og þá ertu með villu og þá bara ítir á takkan og þá verður setningin rétt, skilurðu. Akkurat. En það sem við eigum auðvitað að gera bara að nota blað og blýant og þannig læra þau ritun og þetta bara í alvöru, þetta bara lærðu við þekkjum þetta og bara þetta skiptir máli. Mér finnst þetta svona gott dæmi. En af því sögðu með iPadana þá þetta samt námsgagn, þú veist, við erum að nota þetta til náms, það ekki rétt og ég fór einmitt að skoða þetta hjá okkur þegar þetta umræða komum daginn, það svo að nemendur geta farið á YouTube og verið að spila einhverja tölvuleiki á skólatíma, svo ekki, við erum búin að loka fyrir allt slíkt. Það komast alltaf fram hjá því. Já, en þá þurfum við auðvitað bara að endurskoða það, en sko Kópavogsbær var svona fyrst sveitafélag fyrir að innleiða þessa iPada og við höfum verið að við erum alveg svona ágætlega að mínum að þetta framalega í nýsköpun sem snýr á skólastarfi. Mér finnst hins vegar að við eigum og það það sem að ég mun leggja áherslu á næsta kjörtímabili að við eigum kannski bara að greina það og skoða hvaða áhrif notkunin á þessu hefur á bara námsframvindu okkar barna og auðvitað eigum við alltaf að gera það. Getum við gert eitthvað betur? Eigum við að bakka aðeins með þetta eða þurfum við að loka meira á þannig að börnin komast ekki í gegnum þessa veggi? Við erum mjög stíf hvað þetta varðar en ef það þá vil ég fá greiningu á því og þetta samtal sem við þurfum að eiga við skólasamfélagið sem og líka foreldra og auðvitað nemendur af því að markmið okkar alltaf hvað getum við gert til að bæta árangur barnan okkar í námi og bara svona stuðla að framþróun þess. Mér finnst þetta samt bara vera eins og að reka Marlboro upp í unga barn til þess að kenna það að taka brjóst. Sko. En ég ætla samt að segja eitt, ekki þá ekki líka bara að fara að framleiða skólabækur? Nei, alveg, það líka vandamálið. Þetta, skólabækurnar... Hitt stærra vandamál, sko. Já, nei, skólabækurnar eru þarna. Ég ekki að gera lítið og ég vil ekki og ég skil það, þú veist við þurfum að draga skjátíma barna en þá það líka, þar þurfum við líka að draga skjátíma barna heima, ekki bara í skólanum, en í skólanum eru iPadinir fyrst og fremst og eiginlega bara námsgagn. En við verðum þá líka að fara að framleiða námsbækur. Við taka með þetta heim það nefnilega eitthvað sem mjög skýrt hjá okkur og reglur. Börn taka ekki iPadana heim, auðvitað alls ekki á yngsta stiginu. En það gera í 5. bekk. Nei, það ekki... Bæði Jónasi og Einari. Nei, það nefnilega, það eru kannski einhver einstök dæmi þess efnis, en það samt þannig, ef að krakkarnir fara með iPadana heim, þá það af því að þau eru þá að fara að klára einhver verkefni heima sem þau að skila. En þannig eitthvað, þetta talandi svona að fara bara í greiningu á þessu. Þetta eitt af því sem ég myndi vilja skoða. Nú ef það einhver losarabragur á þessu, að börn í alvörun að fara heim með iPadana og komast í gegnum vegginn, eldvegginn hann eða hvað þetta heitir og að downloada einhverjum uppum, þá þurfum við auðvitað að endurhugsa það. En fyrst og fremst, og það skýr stefna hjá okkur, að iPadanir sem eru notar í skólanum eru bara sem námsgagn, ekkert annað. En svona í heildarsýn, ef við tökum bara aðeins bæjarstjórn út fyrir svega, hugsum bara að þú móðir og þú
hefur upplifað alls konar úr atvinnulífinu og fleira, tekist á við það að vera í skóla, skilurðu, með þeim svona, hvað var að segja, fjárfesting og tíma sem maður þarf að verja í það. Getum við ekki bara gert okkur grein fyrir því að þetta bara einhver della, þetta með eitthvað, já við þurfum að kenna börnunum og við þurfum einhvern veginn, þetta bara mesti kvíðavaldur sem til og ég tala að skila skömminni, að skila skömminni til foreldra sem að láta börnin sín hafa iPad. Því að mér finnst að fólk sem að til dæmis lætur, tala nú ekki svona óskerta iPada í hendunar á börnunum sínum, ætti að skamma sín. Já, en það ekki þannig hjá Kópavogsbæ og það ekki þannig í grunnskólinn Kópavogs. Nei, en ég segi, ertu ekki sammála með því? Jú, og ég alveg, og við vorum núna bara daginn að banna síma í öllum skólum Kópavogs og við gerum það í samráði við krakkana, en það sem þetta gildi líka á við foreldra og kennara. Foreldra mega ekki labba inn í skólabyggingu og taka upp símann sinn. Þannig ef þú ert að mæta í foreldraviðtal, þá þarf þú bara að vita nákvæmlega hvar stofan af því að ef að foreldrar taka upp símann inn í skólabyggingunni, þá fá þau bara refsistig. Já, mjög gott. Við erum reyndar ekki með þannig, en þau myndi allan að fá að heyra það. En þú veist, ég tek alveg undir það. Auðvitað, þú veist, verðum við að huga því að þessi skjánotkun barna vandamál. Og við viljum bara börnin sér út að leika, lesa bækur og svo framvegis, en þá þurfum við kannski líka að framleiða lestrarbækur fyrir börnin okkar sem kveikir áhuga þeirra. Það líka eitthvað sem að mér finnst vanta í okkar íslenska samfélagi. Þetta nefnilega sko, en ég heldur með skólabækunar, ég sammálaði það þarf að framleiða betri skólagögn. En það sem að ég hef heyrt úlingana vera að segja, að og það bara hverju einasta ári, þú veist, hafa þau svona svolítið verið að leggja áherslu á þetta, að fingersetningin, að vera með iPad, þá ertu hér, fingersetningin þeirra ekki í lagi. Og ungmennaráðið okkar óskaði eftir því að fara á lyklaborð, sem við gerðum, keyptum lyklaborð fyrir alla 10. bekkinga, en hins vegar eru lyklaborðin svo lítil að feitu puttanir, kannski strákar eru náttúrulega stórbinor, þú veist, með stærri putta heldur stelpur, að það of lítið lyklaborði. Og það sem að við sjálfstæðismenn í Kópavogi ætlum að leggja áherslu á að við viljum frekar að krakkar úlingastigi fái fartölvur heldur en iPada. Að þá eru þau líka að læra fingrasetninguna og þá sérstaklega finnst mér að mikilvægt í 10. bekk. En af hverju eru það svona miklu kommar að þið ætlaði að vera að standa undir öllum kostnaðir, var það bara fartölfur og allt? Er þetta ekki orðið fulllangt gengið? Nei, það sem að nefnilega við sjáum tækifæri í þessu að það ásérsta stöðu endurnýjun hjá Kópavogsbæ á fartölvum og við getum nýtt þessar fartölu þá sem til að mæta þörfum úlinga og sérstaklega í 10. bekk. Af því að þau, og ég hef alveg heyrt það frá kennurum á menntaskólastigi að krakkar úr Kópavogi eru svolítið aftarlega þegar snýr að fingersetningu. Og ef við ætlum yfir höfuð verður en aðrir krakkar eða? Já, af því að þau ekki í öðrum kannski sveitafélum hafa krakkar verið með fartölfur frekar en iPada. En þetta ekki þannig fartölfur að allir fá bara sína eigin fartölfur og fá eigana. Þetta bara þá sem, ef við ætlum að vera með það sem námsgagn, þá eru þau að læra fingersetninguna á fartölum. Já. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta á uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa
og ég lofa ykkur að þið munuð ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is, skráið ykkur í áskrift. En þá ertu samt svolítið að viðurkenna að þið mistu hausinn í þessari spjaldtöluvæðingu. Þetta var bara ekki góð hugmynd. Ég ekki að segja það, en við auðvitað verðum alltaf hugaði, gengum við of langt. Eigum að taka nokkur skref tilbaka, og það þetta sem við verðum bara að greina áhrifin og hvað áhrif þetta hefur á námsframvindu barna. Það margt jákvætt líka með iPadana, en auðvitað það fyrst og fremst markmið okkar að stuðla því að krakkarnir okkar, nemendurnir okkar, fái bara upplifa frábært nám og bara þroskast í námi og að við sjáum að þau séu að svona námsframvinda þeirra séu þetta bara að þróast í rétta átt. Já. Og það sem við verðum að huga að og það svo margt í skólakerfinu sem við getum betur bætt. Eitt þetta, mér þetta nú kannski það sem ég heyri því ég tala við foreldra, nemendur og kennara, nú heimsótti ég alla grunnskóla Kópavogs í vetur, eða síðasta vetur, að það sem skiptir líka máli bara að nemendur séu mældir með samræmdum hætti, að kennararnir viti nákvæmlega hvar börnin standa og fái þá verkfæri tæki og tól til að hjálpa börnunum og bara stuðla því að þau nái árangri í náminu. Og síðast en ekki síst það foreldrarnir. Foreldrarnir eru bara líka kvartund á því að þau áttast ekki alveg á því hvar börnin standa. Og þess vegna þessu samræmdu stöðupróf sannarlega skrefi rétta átt. Þannig við að mæla þó börn með samræmdum hætti. Og ég steg strax fram og sagði, og gerði það í samráði við skólasamfélagið, að börn frá 4. bekk upp í 10. bekk munu taka samræmdu stöðupróf. Það ekki skylda. En við bara ákveðum það í sameiningu, við teljum að það sé þörf á þessu, við erum að svara ákalli nemenda og foreldra og kennara. Þannig fáum við svona mæling á því hvað börnin okkar standa miða við önnu börn á landsvísu. Þið verðið að afsaka þetta þruskina, ég held ég munu nú takast að útrýma það er einhver iðnaðarkall að gera upp kjallarann. En erum við ekki þá, nú verðum við sammála ánægð með Queen Ingu. Það má náttúrulega ekki anda á þessa kennara án þess að þeir fari alveg missa allt vit og Inga mætir þannig. Hún náttúrulega, það voru einhverjir sem hún fór þannig með ræðu á þingi. Hún náttúrulega sá ekkert hverjir fóru út af því hún lögblind, þannig að hún faldi sig á baku það. En ertu ekki ánægð með bara loksins treður einhver aðeins ofan í þessa kennaraforustu sem ekki einu sinni nærrum því allir kennarar eru sammála. Hún ætla bara að rífa þetta í gang, fá samræmd próf, frá töluleg gögn, þannig við vitum raunverulega hvar við stöndum. Þú styður hana heils hugar í þessu? Ég styð samræmd próf og þess vegna styð ég þessi samræmdu stöðupróf. Við erum byrjuð, við erum að stíga skrefir rétt á. Þessi samræmdu stöðupróf ekkit annað en að mæla árangur barna okkar í íslensku starffræði samræmd. Ég vil sjá fleiri slík próf og ég veit það að MMS að búa til fleiri slík próf eins og við þurfum að mæla í náttúrufræði, ensku og svo framvegis. En ekki í bókstöfum eða litum eða þannig? Nei, það einmitt. Nú ég foreldri, nú á ég 3 börn og ég hef alltaf átt óbúslega erfitt með að skilja þetta og ég heyrði það líka eins og börnin okkar, ekki börnin okkar, jú, þetta eru börnin mín í Kópavogi, en því ég var að heimsækja krakkana og svona ég var vildi sérstaklega samtöl við 10. bekkinga. Og þá fannst mér sláandi að heyra þegar þau voru bara sjálf svolítið svona lost hvað bara þau eru að fá í einhvern. Og eitt sagði við mér bara, ég veit ekki hvað grænt þýðir, þetta ljósgrænn eða dökkgrænn, hvað þýðir þetta? Og þetta á svo breiðu bili. Og þetta auðvitað ekki gott. Það eru stjórnvöld hins vegar sem að stýra því hvort að við séum að gefa einhvernir í tölustöfum eða bókstöfum eða litakóðum eða hvað þetta er. Þetta var bara tekið einhvern tíman á sínum tíma. En það sem að hins vegar við getum gert og ég hugsaði bara, hvað getum við gert bara til að mæta þessu, af því ég sjálf tengdi svo við þetta, hafandi verið auðvitað, ég móðir 3 barna og yngsta barnið mitt enn í grunnskóla. Það sem að við fórum í og eitt af þeim aðgerðum sem við boðum eftir þessar heimsóknir mínar og eftir samráð við skólana að við erum að samræma betur hvernig við gefum börnunum okkar einkunnir.
Við erum ekki að taka upp tölustafi af því að það þarf auðvitað Inga Sæland er að skoða það þarf að koma frá þeim af því að okkur ber skylda lögum samkvæmt skólalögum að útskrifa börn með bókstafi í 10. bekk. En það sem við erum að gera, við erum að samræmda milli skóla í Kópavogi og við erum líka að hvað maður segja, leggja aukna áherslu á það að umsagnir fylgi með. Þannig að börnin skilji hvað þessi bókstafur þýðir. Við erum hætt með þessa liti. Það er eitt af þessi samræmingu sem við fórum í. Allir sammála því að fara í bókstafi. En jafnframt, á meðan við erum ekki með tölustafi, að þá eiga börnin að fá umsagnir þannig að þau átti sig aðeins á því hvar þau eru, hvað þau voru að fá í engun og svo framvegis. En þetta er ekki fullkomið. Ég meina, þú getur ekki tekið meðaltal af bókstöfum. Nei. Þú getur tekið meðaltal af tölustöfum. En er þetta ekki, þú veist, ég meina, ef við ekki tala bara hreint út, ég meina, þetta er einhverjir afturhaldskommar það með einhverjar mjög skrýtnar hugmyndir einhvern jöfnuð og eina leiðin náttúrulega til þess að fela upplýsingar að setja það í einhvern óskiljanlega kóða. Er þetta ekki bara gamla vinstrið að vera vinstrið og við þurfum bara að horfast í augu við það og hætta einhvern veginn að gefa eftir í því hvernig þessum málum háttað? Jú, auðvitað þurfum við, og mér finnst það svo mikilvægt, bara að hlusta á hagaðila. Hverjir eru hagaðila hér? Það eru nemendurnir, það eru krakkarnir, það eru foreldrarnir og það eru kennararnir. Í þeirri röð líka. En býtu, ég ætla samt líka að segja þér eitt. Það sem mér finnst skipta máli í þessu samhengi, það er alltaf verið að kenna kennurónum En þessi innleiðing sem átti sér stað fyrir svona, hvenær var þetta? Það er svona áratugur síðan. Þá fórum við bara í algjöra breytingu aðalnámskránni, fórum í sér hæfni viðmið, það komið sér litakóðar og bókstafir og svo framvegis. Þá var þessi breyting. Það átti sér stað engin innleiðing inn í skólana. Þessu var bara kastaði fangið á kennarónum og þetta var svolítið bara, þið bara sjáðum þetta. Mér finnst þetta skipta öllu máli og höldum því til haga því að farið í svona óbærslega mikla breytingar, það þarf að fylgja svo eftir. Og kennarar, margir hverjir, bara líður óbærslega illa eða leið óbærslega illa í þessu umhverfi að þurfa að reyna að sinna sínu starfi og bara vita nákvæmlega hvernig þau að gera þetta. Að því þetta var óbærslega uppeyja frá því sem hvernig við höfðum verið hvernig aðalnámskránum var. Þetta var alveg bara algjör uppeyja, en engin innleiðing. En nú smán saman hafa kennararnir þó náð tökum á þessu, en það breytir þó ekki því og það er við stjórnvöld að saka að það er ekki hægt að fara í svona óbærslega mikla breytingar án þess að tryggja að innleiðingin sé sem skildi. Það voru svolítið bara svona kennarar nátt að finna út úr því hvað þetta þýðir. Og svo líka í ofanálag náttúrulega var innleitt skólan aðgreiningar sem var algjörlega gufuruglað dæmi Án þess að fjármagn fylgdi með, aftur og aftur. Það skiptir engu máli hvað sem ekki peningu setur þetta í. Þetta er ómögulegar aðstæður fyrir kennaran. Þetta eyðileggur fyrir barninu sem þarf á sérstaklega þjónustu að halda. Þetta eyðileggur fyrir kennaran sem getur ekki tekist á þessar aðstæður út af því að skiptir engu máli hvað sem ekki peningu setur. Hann verður alltaf ekki með þessa sérþekkingu út af því að það er ekki til nægilega margir sem eru með sérþekkingu. Og í ofanálag eru allir þeir nemendur sem eru þarna inni sem mun ekki fá að njóta góðs af þeirri þjónustu sem að kennarinn ellegar gæti borð að borð. Einmitt. Og þetta eru áskorunir sem kennararnir eru að glíma við dag frá degi. Skólarnir eru orðnir stærri, þeir eru orðnir flóknari, það er ekki bara skóla án aðgreiningar, það er líka bara auðvitað, við erum búin að sjá það, fjölgun innflytjenda og það eru áskorunir sem fylgja með. Þannig að það er, ég sé það, starfsumhverfi kennara hefur auðvitað bara breyst alveg óbúslega mikið á undanförnum árum. Og við þurfum að mæta því og ég hef til dæmis óbúslegar áhyggjur af því, talandi menntun barna okkar. Ég hef rosalega áhyggjur af þeim kennaraskorti sem bara ekki bara blasir við, heldur er bara það sem við erum að glíma við í dag. Við verðum að fjölga faglærðum kennurum. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ýsu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Og það er eitt af því sem að ég get ekki breytt í hvernig kennaranámið er.
og það hjá háskólanum og stjórnvöldum, en hins vegar það sem að við getum gert hjá Kópavogsbæ hvernig stuðlum við að fjölgun faglærða kennara. Já, við erum að horfa til þess hvernig við gerum þetta í leikskólanum. Það sem við gerum í leikskólanum að við styðjum við leiðbendum til náms og þetta hefur leitt til þess að við erum að fjölga faglærðum kennurum í leikskólum Kópavogs. Faghlutfall eitt að hæsta meðal sveitarfélaga. 55% starfsfólks í leikskólum Kópavogs eru með háskólamenntun og við ætlum bara að innleiða svipa módel í grunnskólana og svona finna leiðir hvernig við styðjum þá leiðbeinendur til náms þannig að við getum hækka hlutfall faglærðra kennara. Já, og líka, sko, ég vil nefnilega hækka á laun kennara og var ótrúlega fyndið Magnús Þór sem að fer fyrir kennarasambandi Íslands sem svolítið sérstakt batteri, sérstaklega í dag. Hann mætti hana og Sonja Þorbergsdóttir var með erindi þar sem hún var að tala kvenréttindi og fleira, sko. Og síðan mætir hann og hann sagði helsta sem að kennarabaráttan snýst í dag að launafólk standi saman. Og ég fengu þið ekki 24% launahækkun síðast þegar aðrir fengu 3,5% árlega. Býtu, ef að þið eruð að fara í það að standa saman, þá ertu að fara að vinda ofan af þeirri 24% hækkun sem áttur í stað. Ég er sammálaður að kennarar eru ekki vandamáli, heldur nákvæmlega sem við erum búin að fara yfir það kerfið sem að þeir setja henduna þeim. Mér finnst að kennarar ættu að fá 24% launahækkun ofan á. Mér finnst að kennarar ættu að vera með svona sömu tign og þeir voru með fyrir kannski 40 árum. Já. Að bara það að komast á þann stað að geta orðið kennari þýðir bara þú ert með 2 Range Rovera í Garðabænum skilur eða eitthvað þannig. Ég vil að þeir hafi þannig hvata af því að komast í slíka stöðu að það veljist ekki bara gott fólk, heldur líka fólk hafi hvata af því að vera að vinna sem mest og best. Já, ekki í þessum jöfnuðar sérkennilegu vinstri hugsunur. Já, og það svolítið áhugavert eins og bara við getum ekki einhvern veginn umbunað mjög öflugum og góðum kennurum vegna þess að það bara eitt gildir yfir alla. En við auðvitað fórum eins og þú segir, við fórum í launaleiðréttingu gagnvart kennurum, núna hvað var ekki, bara 1,5 ár síðan eða eitthvað svo leys. Já, svo leys. Og við studdum það, en það þarf hins vegar, og ég sagði það á sínu tíma, það þarf að vera samfélagssátt það að við séum að fara þessa leið. Ef að hins vegar aðrar stéttir ætla að fylgja í kjölfarið, að þá betur heima setið en af stað farið. Vegna þess að við vitum alveg hvað afleiðingar það hefur, það hið svokallaða höfrungarhlaup, allir fara af stað, sækja nákvæmlega sömu launahækkunir og aðrir fengur, aðrir launahópar, að þá auðvitað bara eins og við margoft höfum séð í íslenskri hagsögu, verðbólgan fer af stað, vextir hækka og við sitjum eftir bara jafnvel með lakari kjör. Og ef að, eins og þú ert að segja, þú vilt fara í þá vegferð að hækka laun kennara 25% til viðbótar, þá þurfum við að vera sátt það. Þá þarf að vera sátt það í samfélaginu okkar. Ég hef aldrei skilið þetta með sáttina, sko. Það þarf ekki allir að vera sáttir. Við viljum bara, þú ert kosin inn. Já. Það þurfa ekki allir að vera sáttir við nákvæmlega öll þau vinnubröð sem að þú setur á laggirnar. Nei, en það þarf að vera samfélagslega sátt, þetta bara Nei, það þarf að vera sátt hjá verkalýðshreyfingunni allri. Þá ég að segja það, að það sé bara sátt í samfélaginu og auðvitað allt samfélagi tilheyrir ákveðnu verkalýðsfélagi, ákveðnum launþegahópi, að þá þarf þau að vera sátt það að ef við ætlum að hækka einn hóp umfram aðra, að þá þarf að ríkja sátt það og vandi okkar það ólíkt Norðurlöndunum, að við erum ekki sátt það hvernig við ætlum að svona dreifa verðmætunum, hvernig við sjáum fyrir okkur launaskiptinguna í íslensku þjóðfélagi. Það hins vegar ríkir sátt það á Norðurlöndunum sem dæmi. Þar eru það útflutningsgreinanar sem að koma svolítið með merkið og allir fylgi í kjölfarið. En við erum einhvern veginn alltaf svona að hækka einn hóp umfram annan og svo lendum við í verkföllum og svo fyrir verðbólgan af stað og vextir hækka og svo framvegis. Það þetta sem ég á við. Við verðum þá að vera sátt það það eru takmörkuð verðmæti til, við vitum það. Það bara hagvöxturinn á hverju einasta ári, það svo verðmætasköpun sem á sér staði í samfélaginu okkar. Hvernig ætlum við að dreifa þessum verðmætum? Það þarf ekki bara meira stjórnmálamenn með bein í nefinu og verkalýðs eða atvinnulífs aðila sem eru með bein í nefinu. Vonar nú að Bjarni muni standa sér í stykkinu því sem að segja bara nei, þau eru að fara að fá þetta, þið eru ekki að fara að fá þetta og það við þurfum að kennurum að halda og þar það. Jú, þetta náttúrulega bara, þetta eru verkefni vinnumarkaðarins.
Já. Og auðvitað ekki bara á almennu vinnumarkaði heldur líka hjá hinu opinbera. Nú það náttúrulega opinberi starfsmenn sem að leiða áfram launahækkanir í samfélaginu. Laun á síðast ári voru að hækka 11% hjá opinberum starfsmennum en voru að hækka 6% á almennu vinnumarkaði. Þú veist, Af hverju kemur það á okkur óvart þegar að það að fjölga á þessum, ég sendi fyrirspurn á árunum 2019-2023 að fjölga á velferðarsviði Reykjavíkurborgar 33% í COVID þegar flesti voru að missa vinnuna. Það fjölgaði 33%. Já. Og ætti að þá koma okkur óvart að fólk sé að flykkjast þangað ekki þegar það ekki bara COVID, heldur þegar að laun bara miklu betri og launakjörin líka. Já, ég var þetta ekki bara forsíðu Morgunblaðsins í morgun, þar sem við verðum að tala fjölgun opinberra starfsmanna og ég fór strax bara að spegla mig við Kópavogsbæ, hvernig þetta búið að vera hjá okkur. Fjölgunin hjá okkur hefur fyrst og fremst verið til grunnþjónustu. Það að segja til menntamála eða þú veist á mentasviði sem og líka velferðarsviði. En það auðvitað grunnþjónusta sem við erum að veita þar. Hins vegar höfum við farið í aðgerðir, skipulagsbreytingar og annað og hagræðinga aðgerðir og fækkað stöðugildum í stjórnsýslunni. Ég sé alveg, þar alveg tækifæri hjá hinu opinbera. Við höfum verið að sameina stofnanir, við höfum verið sameina þá forstöðumannagildi, fækka stöðugildum á ákveðnum sviðum, þú veist, til bara að fara betur með skattgreiðanda og þar tækifæri, en fjölgunin hjá okkur snýra stöðugildunum fyrst og fremst bara starfsfólk í grunn- og leikskólum og ég ætla nú ekki að fara að fækka þar, ég vil að við veitum góða þjónustu þar og við höfum náttúrulega verið að glíma við manneklu í leikskólanum fyrir Kópavogsmódeli, nú loksins erum við að fullmanna þá, þannig að ég fagna því að við séum að fjölga starfsfólki þar. Og svo hefur starfsfólki líka verið að fjölga á velferðarsviði en það snýr bara grunnþjónustu sem við verum að veita okkar íbúum og vel flest þetta nú viðkvæmasta þjónustan. Já, en svo líka bara þurfum við að horfast í augu við það að kulnun orðið bara eitthvað tískufyrirbæri og framleiðinni per stöðugildi hjá hennu opinbera að minnka og orðin bara ótrúlega léleg. Já. Og eina sem að þessari ríkisstjórnin eða núna dettur í huga að gera bara að auka skatta til þess að koma til móts við þessa hækkun. Já, það auðvitað heldur betur verið að hækka skatta á fólk og fyrirtæki, ólíkt því sem að var lofað af bæði Samfylkingun og Viðreisn. Og mér finnst alveg með ólíkindum að horfa upp á, og ég skil ekki á hvaða vegferð þessi ríkisstjórn En aðeins varðandi með opinbera starfsmenn og framleiðinina og það líka snýra réttindum opinbera starfsmanna versus réttindi á almennu vinnumarkaði. Ég held að sé tími til komin að við jöfnum þessi réttindi. Eins og Sonja að leiðrétta upp á við þá? Nei, það held ég ekki. En þetta er eitthvað sem var hort til fyrir 30 árum síðan, þá að tala að það að verja opinbera starfsmenn fyrir pólitískum afskiptum. Jú, það kannski einhver, þú veist, örfáir í dag, þú veist, þetta er bara barn síns tíma. Og þá var líka rökin fyrir þessum mörgum áratugum síðan vegna þess að laun lægri á opinberu markaði heldur en á almennu vinnumarkaði. Það auðvitað búið að breytast vegna þess að opinberir starfsmenn hafa verið svolítið að leiða áfram launahækkanir ekki bara á síðast ári heldur bara síðustu ári eða áratugi. Þannig að það lítill launamunur milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins. Og ég held að það sé eitthvað sem skiptir ofboðslega miklu máli fyrir okkur ef við förum að jafna þessi réttindi milli markaða. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og letir klára málið í dag. Bæðir snýr bara að þú veist, við erum auðvitað, já, það búið að jafna launin en þetta þá snýr að þeim réttundin sem opinberir starfsmenn hafa umfram almenna vinnumarkaðarins. Já, við sjáum til hvernig þetta fer. En að lokum, af hverju ætti fólk að kjósa þig umfram aðra? Mjög góð lokaspurning. Það gengur vel hjá okkur í Kópavogi og ég finn það bara í samtölu mínu við Kópavogsbúa og ég verður reyndur að fá að nefna það vegna þess að skipti máli eiga samtölu við Kópavogsbúa og það svo skemmtilegt að segja frá því. Í síðustu viku var ég að taka á móti íbúa númer 550 í viðtalstíma hjá mér. Ég búin að vera með viðtalstíma
í hverju einustu viku allt kjörtímabilið og það er þetta panta viðtalstíma hjá mér, fund bara á netinu, þú veist, dagbókin mín er bara opin og það skiptir máli og ég heyri það í mínum samtölum við fólk, bara það er almenn ánægja með þjónustuna hjá Kópavogsbæ, þú veist, það gengur vel og það eru aftur þessi litli þættir sem skipta máli með sorphurðuna, með snjómoksturinn, með leikskólamálin, með grunnskólana, þjónustu gagnvart eldri borgurum, menningamálin okkar, við erum að opna bókasafni í Smáralindinni og sem og í Efribyggðum Kópavogs. Þetta eru lífsgæði sem að fyrir bæði unga sem aldna. Nú, reksturinn er í lagi hjá okkur. Við erum búin að standa vörð traustan og góðan rekstur og við erum búin að skila ávinningi af góðum rekstri aftur til Kópavogsbúa með lækkun fasteinagjalda. Fasteinagjöld á höfuðborgarsvæðinu eru þau lægstu í Kópavogi og við erum búin að lækka fasteinagjöld 260.000 krónur að meðaltali á hvert heimili í Kópavogi. Og þetta þýðir að 260.000 krónur sitja eftir í vasa heimila á hverju einasta ári. Og þetta er bara búið að gerast á þessu kjörtímabili. Þannig að það sem ég er að segja og við sjálfstæðismenn stöndum fyrir er að þjónustan sé í lagi, að reksturinn sé í lagi og það er grunnur velferðar. Við viljum ekki að Kópavogsbær sé að flækjast fyrir í lífi fólks. Við viljum hins vegar einfalda og auðvelda líf Kópavogsbæja. Og við viljum bara tryggja það að Kópavogsbær sé áfram sveitafélag í fremstu röð. Við erum það eftir því tekið, við höfum sýnt forystu og svona frumkvæði á þessu kjörtímabili þannig eftir því tekið og við viljum að gera það áfram. Þannig að það sem að ég held að og mér finnst að þessi kosningar eiga að snúast er bara ætlum við að halda áfram á sömu braut, ætlum við að byggja á þessum góða grunni og halda áfram að gera bæinn okkar þennan frábæra bæ enn betri eða ætlum við bara að fara í einhver allt aðra átt. Og hverjum treysta Kópavogsbúar til að stýra og reka okkar öfluga sveitafélagi áfram. Það snúast þessar kosningar. Já, við sjáum til hvernig þetta fer. Hérna, ein lokarendar. Það voru með 50.000 kall og svarið væri já, nei, getur ekki valið hún en öðru. Ásdís Kristjánsdóttir verður einhver tíman formaður Sjálfstæðisflokksins. Hvað myndirðu veðja á? Býtu fyrir 50.000 kallinn? Já. Já, er ég að veðja fyrir sjálf mig? Já. Einhver tíman. En það er bara já, nei. Það er ekkert eitthvað, ég veit aldrei hvað gerist í lífinu. Bara nei, já, nei. Þú ert að veðja 50.000 kalli. Ég get ekki sagt þetta. Þú getur ekki stilt þessu svona. Já, ég minna stundum, þú veist, mér finnst skemmtilegt að vera í pólitík. Mér finnst óbúslega gaman að vera bæjarstjóri Kópavogs. Mér finnst frábært að hafa þessi áhrif sem við erum að hafa. Við erum að breyta samfélaginu okkar. Við erum að fara í alvöru kerfisbreytingar og við erum að sjá árangur. Það er það sem að ég nærist á. Stundum, guð mig góður, stundum á ég langa leiðilega daga og ég bara, hvað er ég að gera? En svo bara aftur, þegar maður sér árangur, maður sér að maður er að gera eitthvað gagn, að þá fæ ég þessa orku og bara, já, þetta er ástæðan fyrir því ég er í pólitík og það er eiginlega langflesta daga. Já, þú fórst frá spurningunni. Ég sagði, ég er pólitíkus. Ég veit það. En svarið er þá já. Þú telur að þú verðir einhver tíman formaður Sjálfstæðisflokksins. Eins og sakir standa er ég bara með hugann við Kópavogsbæ. Ég vil vera bæjarstjóri Kópavogsbæjar næstu 4 árin. Ef ekki svo bara að sjá til. Hvað ætlað þú að veðja? Má ég bara varpa spurningum? Ég myndi segja já. Ég myndi setja 50.000 kallar minna það. Einhvern tímann. Maður veit aldrei. Aldrei að vita. En þú telur það líka. Þannig að það er gott að heyra það. Miklu merkilegra að þér finnst það frekar en mér. Heyrðu, Ásdís Kristjáns, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk.